Tryggvi, þá það Ungverjaland næstnæsti leikurinn í þessari undankeppni á morgun hérna í þessari höll, Sheffield höllinni, svona höllu. Hvernig stemmingin í hópnum svona daginn fyrir leik? Stemmingin var mjög góð. Við áttum góðan ferðadag í dag og lentum frekar snemma á hótelinu. Þannig við erum bara góðir, tókum hérna fyrsta æfingunni í höllinni, fallega höll. Og ég held að það verði bara mjög góð stemming hérna á morgun og stemming getur ekki orðið betri í liðinu. Hvað það sem þú heldur að eftir að skera úr hvort að Ísland fer með sigur á Hólma á morgun eða ekki? Orkan okkar, fyrst og fremst. Ef við mætum í leiki með orkuna sem við erum bara búin að vera með í þessari viku, þá erum við bara að fara með hörku góðan leik. En ef við byrjum eitthvað flatir, þá verður þetta erfiður leikur. Ungverska liðið sem það fara í gegnum einhvern svona breytingafasa svona þessi síðustu misseri. Með baki algjörlega upp að veggnum fyrir þennan leik á morgun. Þurfið þið ekki að hafa ykkur alla við til þess að eiga við orkunniðið? Jú, það má alveg reikna með mjög sterkur lið á morgun og vera með alla orkuna hérna frá þessari borg. Þetta er mikil körfuboltaborg, þannig að það verður örugglega fullt inn á morgun. En það er bara okkar markmið að spila okkar leik og taka á þeim. Sigur á morgun þýðir farmiði á Eurobasket í þriðja skipti á 10 árum sem er náttúrulega frábær árangur. Er ekkert erfitt að sjá fyrir sér bara þennan eina leik og ekki einhvern veginn vera með það hérna svona hugsa ekki á langt fram í tímann? Nei, ég held að það sé nú aðeins bara mótivering fyrir eitthvað annað. Þannig ég horf bara á þetta sem ekstra bensín í tankinn, eða ekki? Kæra þakkir Tryggvi og gangi ykkur vel á morgun. Takk.